Kæru stúdentar, ég heiti Tinna og ég framkvæmdastjóri Landssambands æskulýðsfélaga. Rétt upp hönd sem veit hvað það er. Það vita náttúrulega allir hvað það er. Það sem sagt regnhlífarsamtök æskulýðsfélaga. Við samanstöndum af 31 aðildarfélögum, meðal annars SHÍ sem stofnaðili LIFE. Við vorum stofnuð árið 2004 og við erum samstarfs- og samráðsvettvangur æskulýðsfélaga á Íslandi og við erum málsvari ungs fólks á Íslandi gagnvart íslenskum stjórnvöldum. Þannig að þið eru í raun og veru öll meðlimir í LIFE. Og markmið okkar er að það sem við gerum er að við þjónustum aðildarfélögin okkar og við vinnum rosa mikið alþjóðlegt samstarf. Við erum aðili að European Youth Forum og Nordic Baltic Cooperation og vinnum mjög mikið alþjóðlegt starf og komum að ákvarðanatöku og stefnumótun innan Evrópu. Þetta eru við, sem sagt. Og það sem við höfum verið að gera frá árinu 2013 að þá höfum við verið að vekja athygli á dræmri eða dvínandi samfélagsþátttöku ungs fólks. Og við höfum verið að berjast fyrir eða börðumst fyrir árið 2014 fyrir því að kjörsókn yrði aldursskipt eða skráð eftir aldri. Það heyrist þetta hljóð, sorry. Allavega, þingsályktatillaga þess efnis var samþykkt á Alþingi árið 2014, eins og þið vitið, og í sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 var niðurstaða kosninga birt aldursskipt í fyrsta sinn og það er okkar starfi að þakka. Okkar allra. Woohoo! Þannig að Ísland og miðað við nágrannaríkin okkar að þá hefur þetta alltaf verið fyrst en 2014 þá vorum við að vita í fyrsta sinn hvernig unga fólki okkar er að kjósa og niðurstaðan var að sjálfsögðu frekar sláandi að vita það að innan við helmingur ungs fólks nýtir sér kosningarétt og við höfum alvarlega ágjörð þessu og það sem við gerðum í janúar árið 2015 að þá héldum við ráðstefnu í Hörpu, alþjóðlega ungmennaráðstefnu, þar sem við fengum saman nágrannaríkin okkar, Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin til að koma og deila með okkur úrræðum. Hvað er hægt að gera, hvað hafa þau gert til þess að auka þátttöku. Og niðurstaða þessara ráðstefnu var í raun og veru bara hópur af ungu fólki innan LIFE sem kom saman og vann úr niðurstöðum ráðstefnunnar og við tókum allar þær aðferðir sem hafa verið notað og heimferðum þær yfir á íslenskar aðstæður. Og úr var verkefnið Ég kýs. Vitið þið, hafið þið heyrt Ég kýs? Já! Rétt upp hönd. Sjáðu! Það sem sagt, eins og þið vitið, lýðræðisátak og markmiðið með þessu átaki er að auka eða efla lýðræðisvitund og hvetja ungt fólk til þess að kjósa eftir upplýstri ákvörðun. Og við höfum sem sagt haldið fundi út allt land og við heldum skuggakosningar í framhaldsskólum sem byrjaði á lýðræðisviku. Þá eru sem sagt kennari hvattir til þess að hvetja til stjórnmálaumræðu í tímum og leggja fyrir lýðræðistengd verkefni. Og það voru 22 framhaldsskólar á landinu sem tóku þátt í þessum skuggakosningum og þetta var 13.000 nemendur og niðurstöðurnar verða reyndar ekki gerðar kunn fyrr en eftir að kjörstöðum hefur verið lokað á kjördag. En þannig að núna er herferðin ennþá í fullum gangi og ef þið hafið ekki ennþá farið á Facebook eða Twitter og lækað Ég kýs að þá hvetjum ég til þess að gera það bara núna, líka það tækifæri. Og hvað getur þið gert? Þið getur farið inn á heimasíðuna jekkís.is. Ég sé að það eru margir að gera þetta núna. Þið farið inn á jekkís.is
og þar eru upplýsingar framboð til Alþingis og þar kosningavetur. Þar getur þið séð hvað þið standið með við framboð til Alþingis. Rétti menn sem eru ákveðnir hvað þeir ætla að kjósa. Það ekki margir. Þannig að ég mæli með því að þið farið á yekkís.is og kynni ykkur það og það sem þið getur gert. Ég geri ráð fyrir því að allir þeir sem mæta á viðburð sem þennan sé fólk sem að fara að skila sér á kjörstað. Það sem þið getur gert að hvetja fólk í kringum ykkur til þess að mynda sér upplýst ákvörðun og nýta sér yekkís. En að lokum þá langar mig til þess að láta ykkur öll vita af því að yekkís stendur fyrir pallborðsumræðum ungmennahreyfingar stjórnmálaflokkanna 27. október og þeim líkum með yekkís tónleikum á Gaukustöng. Þetta eru 2 dagar fyrir kosningar, þannig að það verður rosa stemning og við hvetjum alla hérna til þess að mæta og peppa alla í að mæta á kjörstað ákveðnir. Takk fyrir mig. Já, við hvetjum alla til þess að mæta á kjörstað og ef það eitthvað sem ég þekkt fyrir, þá það peppa. Og ég kemur kannski fram á vísi.is að ég sé hvort Vala Pepp. Ég sem peppari og ég peppa alla í þetta. Og endilega bara muna kjósa. Það eru forréttindi að vera með kosningarétt. Og ég bara minni ykkur á að kjósa X og hvað það Það bara eina framboð sem eitthvað varðið í. Allavega, ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra. Ég ætla bara að bjóða fyrsta atriðið velkomin á svið. Ég ætla kannski að segja ykkur hvað þetta gengur út af, ef einhver sem veit ekki út af hvað þetta gengur. Hvert framboð fær 5 mínútur á sviði og síðan það bara búið. Og ég tek síðan 5 mínútur að reyna að græja eitthvað hérna og tapa mitt framboð líka. Allavega, fyrsta framboð á svið Alþýðufylkingin og ég ætla bara að gefa þeim orðið. Ja, tack. Una mattina in sol sogliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e l'ho trovato l'invasor. Þetta rétt að byrja. En til allir skilji, þá var nú hérna, ég þýddi þetta fyrir einum fáum árum í svefnrofunum, einn sunnudagsmorgun og þið megið gjarnan taka undir á Bella Ciao. Þetta ítalskur skærlega söngur og hljóðar svo. Í rauða bítið, ég reis á fætur og Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Í rauða bítið, ég reis á fætur, ruddist óvinurinn fram. Og skæruliðar, ég skal með ykkur og Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Skæruliðar, ég skal með ykkur, ég skynja dauðan færast nær. Eva fell ég í frelsisstríði og Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eva fell ég í frelsisstríði, þið finnið hvílu minni stað. Hvíla fæ ég í fjallsins hlíðum og Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Hvíla fæ ég í fjallsins hlíðum, þá fagurt vaksa mun þar blóm. Og fólk mun síðar sér það blómið og Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Fólk mun síðar sér það blómið, segja við mig que Belfior. Því skæruliðan litla blómið og Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Skæruliðan litla blómið sem líf sitt fyrir frelsið gaf. Og questo il fiore da partigiano oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Questo è il fiore da partigiano che è morto per la libertà. E questo è il fiore da partigiano
partigiano è morto per la libertà. Já, ég segi bara ciao bello og það ítalska fyrir bæ sæti. Takk kærlega fyrir þetta, það voru undirfærir tónar. Ég kann ekkert meira ítölsku fyrir ykkur, þannig ég get ekkert sagt neitt meira. Ég ætla bara að bjóða næsta atriði á svið og það Viðreisn. Eru þau í húsinu? Já. Herri, það smá bið, þannig ég ætla bara að vera með uppstanda með hann. Ég ætla að biðja hana Sunnu Björg að koma upp á svið, hún sagði mér ótrúlega góðan brandara áðan. Sunna Björg, þú verður að koma hérna upp og segja brandara. Kærastinn sagði að þetta væri lélegur brandari en ég ætla bara að afsanna það hér og nú. Gjörðu svo vel, Sunna. Hvað sagði lati ítalski sprettubann? Vera! Það er gráður fagnalægur. Ítalskan brandara svona. Erum við búin að græja þetta? Nei, það er ekki búin að græja þetta. Eru einhverjum fleiri sem ég þekki ekki salum sem geta komið og sagt brandara fyrir mig? Fyrir X og F.A.E. Ekki? Nei, ok, það. Þá verð ég bara hér. Og við drögum kannski frá. Draga frá? Já. Drög frá. Veit ekki alveg hvað hljóðið er. En meðan við erum að bíða, þá er ég kannski að pæla hvort við ætlum að finna eitthvað myllumerki. Af því við erum með livestream hérna. Við erum með livestream á vísi.is, þannig að það er einhver heim í stofu sem vil endilega ekki missa af mér í kvöld. Þá getið þið sagt að fara inn á vísi.is. Erum við með þetta? Það er ekki sér þetta. Nei, ok. Nei. Við erum að sjá líka ljósi aðeins. Það er ekki að lesa. Það sést alveg. Er það? Já, afsakið þér. Við erum Viðreisn og ég er Sigrún og þetta er hann Pavel sem er hérna með mér. Og við ætlum að koma með eitt lítið svona frá hjartanu. Já, nákvæmlega. Það er svona persónunóturnar í kvöld og ég heiti Pavel og ég flutti til Íslands fyrir 28 árum síðan. Þannig að ég er svona vonandi búinn að aðlaga samfélaginu eitthvað, en það er samt svona smá alltaf nostalgía til heima hana sem heldur manni. Þannig að þetta lag fjallar eiginlega það og við ætlum að hafa textann hérna á skjánum þannig að þetta er mig alveg að taka undir ef þið eru til það. Gylltar strendur, fögur fjöll og skógar sem að teygja sig víðan völl. Gamla borgin fornar líf á grænum túrum ganga verum aldar kýr. Mér líður alltaf best í heimalandinu. Ég elska sólsetrið í Evrópusambandinu. Lóðrigning, hærri tré og sartar útbrúð, lagið eins og sé. Stórhraðinn, ég kaupi bjór. Mér finnst sem að ég sé loksins orðinn stór. Og hvað er þetta? Mér líður alltaf
landinu. Komum svo saman. Ég elska sólsetrið í Evrópusambandinu. Brussel kallar á mig, Pavel, komdu heim. Nei, segja hann. Þetta svo lítið yfirþyrmandi. Er það? Við eigum öll okkar blautu drauma. En þú veist að við erum meira en bara eintómir Evrópukærar. Jó, fair enough. Við vorum búin að tala þetta. Já. Við viljum bara hvað? Breytingar. Ég veit. Ekki bara ESB. Ekki bara ESB. Það ekki Evrópukærar. Þú veist, sanngjarn arður á auðlindinni. Frjálsræði í landbúnaði. Munið eftir þessu? Já. Frelsa fucking matarköruna, krakkar. Geitaosturinn, já! Frjálsir ostar. Svo sem ég líka fyrir mér, sérstaklega persónulega, samfélag þar sem að fólk getur komið sér þaki yfir höfuðið, frjálst undan vaxtaokrun, verðtryggingu. Ég sé fyrir mér eitthvað eins og myntráð. En hvað er myntráð? Góð spurning, manneskja út í sal sem ég aldrei hitt áður. Hefur með svarað þessari spurningu og það er næsta erindi í laginu mínu. Í raun er myntráð fast gengistefna sem bakast upp á stórum gjaldeyrisvaraforða. Í ríkisrekstri ríkir aðhald. Seðlabankinn missir peningaprentunarvald. Vextir lækka, verðbólga fer. Íslendingar berjast í sameiginlegum evrópskum her. Nei, ok, djók. Ok, ég klára það. Mér líður alltaf best í heimalandinu. Ég elska sólsetrið í Evrópusambandinu. Allir með, saman nú! Mér líður alltaf best í heimalandinu. Ég elska sólsetrið í Evrópusambandinu. Mér líður alltaf best í heimalandinu. Ég elska sólsetrið í Evrópusambandinu. Takk fyrir. Við þakkum virðist mjög vel fyrir. Ég fíla að þið vinna með krátið, þið vinna með þetta hérna. Mér vantar helst einhvern veginn á kameru og svo setja elta fólk út í sal og eitthvað. En ég veit bara ein með þetta gikk, þetta lag. Ég get ekki verið á fjartalíkunni líka. Herðu, næsta mál í dagskrá er Framsókn og við bjóðum þau hrikalega velkomin á svið. Smáklúður, ekkert stress. Hann er Björn Ívar, hann var með mér í MR. Það var einn af sætustrákunum því ég var bus. Halló. Getur einhver hjálpað okkar manni og barnum að koma tónlistinni af stað? Já, við erum rætt að rinda og svo. Já.
Allir þessir. Smá tæknilegir örðuleikar. Hægur ekki. Halló. Heyrðu, við erum að bíða á, ætla ég að segja vísu, svona í framsóknarstíl. Sigurður og Sigmundur, báðir elska geitur, annar skrappa á Panama en hinn bara feitur. Ekki með fleiri svona akkurat núna, en maður þetta frá Redstrong. Já, nei, fyrir Það bara maður vísir þetta. Við ætlum sem sagt, ætluðum allavega að vera með smá intro. Það hlýtur á það dætt inn. Og reyndar smá tónlist, en ég var að kynna, þá mögulega tæknimaðurinn okkar úr sveitinni. Hann að gera sitt besta samt sem áður. Ég veit að trúa á honum. Þetta flottur strákur. Við heitum sem sagt, þetta Alex, hann í 3. sæti í Reykjavík Suður og ég heiti Björn Ívar og ég í 4. sæti í Reykjavík Suður. Svona til að kynna okkur. Og þú ekki nemandi í Háskóla Íslands? Jú, það hlýtur sko naglann á höfuðið Alex. Ég í, þú verður ekki að segja það, og margir hérna sem vita hvernig ég byrjaði í hagfræði, en ég ennþá í hagfræði og í tölvunarfræði við Háskóla Íslands. Það dálítið flott, af því að hér eru dálítið margir inni sem að muni eftir því þegar ég byrjaði í stjórnmálafræði og enn. Já, það er það helgisritgerði, það er ekki það vafið stjórnmáli. Já, og nú erum við búin að tegja lópin heldur mikið. Við ætlum að hætta við introið og fara bara beint í stemminguna. Ef hún tekst. Ef hún tekst. Það ætlum við þess að, já, Alex kynir það kannski betur. Já, það er þannig að flokkurinn okkar sem að verður núna 16. desember sem verður að liðin frá því að hann stofnaður hefur gengið í gegnum ýmislegt. Og eitt af því sem að flokkurinn hefur gengið í gegnum eru misgóð lög eftir að hyggja nokkrum árum, lög sem hafa verið samin til heiðurs Framsóknarflokknum. Og eitt af þeim lögum sem hafa verið samin til heiðurs Framsóknarflokknum reyndar að mínum mati það gott að það actually bara ekki hægt að segja hann að það sé frábært. Og þetta Framsóknarsamba. Og Alex ætlar sem sagt á meðan samba í gangi að kenna mér að dansa samba, en hann lærður dansari. Það svona flippaðir, skemmtilegir. Björn hafði spurningar um þetta fyrst, en ég sagði við Björn, við erum flokkurinn sem hefur gengið mjög langt í jafnréttismálum, til dæmis með fæðingarorlofi fyrir karla,
Ég var ekki annað en viðeigandi að við færum hérna og stígum hérna eitt dans saman. En það væri... Það ég var í konum. Já, sjá hvernig gengur, kannski snýst það var við. En, já, þá var... Eitthvað sem kann á padel, getur þú komið að spila það? Hentu við framsókn og samba? Tæknimenn það í málum, Það spurning hvort þú séð bara búin með nógu gott uppistand eða? Já, ég myndi segja Björn, þú þarf það mæti. Halló! Herri, það smá tæknilegir örðuleikar. Ég sóra að myndi ekki fara svona, en svona þetta stundum. Ég ætla að gera ykkur tilboð, strákar, sem þið getið ekki neitað, því að ég mikið intro manneskja sjálf. Ég hef beðið í 5 klukkutíma eftir introinu, sko, ég hef ekki byrjað þegar ég hef ekki intro. Þannig ég pæla hvort að þið viljið kannski bara fá næsta atriði og vera á eftir næsta atriði þegar það er búið að finna út í tónlistinni. Eða ekki? Frábært. Sko, X-Papa vinnur í lausnum. Næsta atriði á svið það sama og ég á fyrir mér. Getur einhver giskað? Bjartaframtíð! Já, Bjartaframtíð! Yes! Getum við fengið 2 bjartar túttur eins og stóð í e-mailinu á svið? 2 bjartar túttur. Ég sé glitta í glimmerhatt, 2 glimmerhatta. Ég er með glimmer hérna út allt. Já takk. Það eru að koma. 2 bjartar túttur. Herru, smá tæknilegir örðuleikar. DJ-inn okkar komst ekki með, þannig að við bara gerum til hálfar. Já, maður hélt að unga fólki væri alveg tilbúið í tækninni. Hérna kemurni. Ég er ekki bara að taka framsögnarbrandarann í það. Það er alveg á reyni, sko. Við erum bara að bíða. Þessi. Já, ok, bara kynum okkur. Ég heiti Björt og þetta er hún Eva og við erum framboðið fyrir Bjarta framtíð og við erum alltaf klædda svona. En já, og Eva slottist. Ok, við fengið eina Bjarta túttur sem veit lykilorðið að höfur. Öskraði það bara. Þetta er ekki vandræðilegt, þetta var einn eftir. Það er fólk ekki vísu það. Já, það er það framsókn og samba. Já. Þetta er bara alveg þessi. Ég sé það. Eva. Tímyndur. Í álöfu. Allavega, ég þarf þetta framboðsræða með bíðum. Við erum í Bjarta framtíð, við erum að bjóða okkur fram í Reykjavík, ég er Reykjavík norður og Eva er Reykjavík suður. Við erum grænn, miðjuflokkur, frjálslyndur berjast fyrir almannahagsmunum umfram sérhagsmuni, við erum fyrst hér á þessu flokki. Og já. Sko málið Óttarflokkur var hérna síðast á þessu kvöldi og ég ætla að senda hann aftur að gera nákvæmlega saman hlutinn en það var bara svo nei,
bara sagt, þú verður bara að steppa upp, Björk. Þú getur ekki alltaf reyndið að vera í skugganum. Þú verður bara að gera þetta og við bara tókum þetta af. Það er bara, verið konur. Komið? Ok. Ok, við erum sem sagt, já, Eva og Björt. Eva. Nú taka við smá after echo. Bright bitches. Bright bitches in the house. Og við tökum enga aftur á þeim. Enga. Okay, give it away. Eða ekki. Come on, er ekki háskólinn eða vantar bara svona mikið tæknibygga? Það var hærra takk. Settu X við A, 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 A. Alls ekki við B, 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 B. Engin þörf á C, 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 C. A, 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 B, C, A, 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 B. Settu X við A, 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 A. Engin þörf á B, 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 B. Ekki heldur C, 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 C. A, 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 B, C. A er fyrir almannahagsmuni, aukin arðan auðlindinni, án allra andra, án ábyrgða, versluna, bjór í búðir, út með vatnið, göl og plast, bannað að dæma, en ég er alltaf drask, er það ekki? Evra fyrir efnahag, enda erum við í Evrópu, EES, bráðum ESB, tímum ekki fústöðu fyrir því, blóðþjörtuð og græn, umhverfisvæn. Innflytjendur innilega, velkomnir til Íslands, þétting, byggðar, breytunarstígar, allir Ísland. Áður góð á markað. Aflamark er alveg magnað. Náttúruvernd, náttúrulega í kjörklafanum, hvað á að gera. Kjósa þetta út af tófi, alla, Nikol, Bokje og Björk. Og auðvitað. Það er hægt að velja svo mikið í dag. Samfó, Vafki, Alþýðufylkinguna, Dögun, Flokksins, Pírata og alls konar. En þetta er ekkert basic. Kjósa bara Bjarta framtíð, er það ekki Björn? Bittu það ekki! Ekki meira hrútskýningar í nenni þessu. Nei, ég er á þessu. Það er almannahagsmuni, minni bús. Hættu þessa sérhagsmuni, hvað með okkur? Hvað með stúdenta? Á þetta að gera fyrir þessa háskóla fokking. Og þeim er? Settu X-við A, 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 A. Ekki segja B, 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 B. Engin þörf á C. C, 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 C. A, 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 B, C. Allir menn! Settu X-við A, 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 A. Alls ekki yfir B, 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 B. Aðeins meira C, 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 C. A, 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 B, C. Halló! Fíla microbil. Smá tæknilegir örðuleikar þarna í byrjun, en ég held að séum búin að redda þessu núna. Já, ok, búin að fá svar frá mínu manni. Þá ætti ég að aðtöku hvort ég geti þetta intro fyrir Framsókn virki ekki núna. Ég ætla að bjóða Framsóknarmenn aftur velkomna á svið. Já. Við hættum introðið, við ætlum að fara beint í dansinn. Og mér langar að biðja ykkur. Þetta er í fyrsta skipti sem að Björn Ívar er að fara að dansa. Eru til í að sýna honum stuðning og læra með honum. Ef þið standu upp, takist hönd í hönd, þá getið þið lært smá samba í kvöld. Ég fullt að trúa ykkur, tökum þátt í þessu, lærum að dansa samba. Jæja Björn. Já. Við vorum að reyna að biðja ykkur að vera með okkur í þessu, standa upp og dansa hvort við annað. Það er fallegt og góð fáskapur. Stóðu allir upp. Endilega.
bara að spila lagið. En þið komið að dansa við mig, eða? Hvernig gerum við Framsókn er komin, framsókn er kallar fram, lífin sýnir við öllura við. Áfram skal verða afljóð til starfa valótt, störfum einnig við. Stöndum saman að starfa, að starfin er gaman stefna, flokksins er bæði þjóðleg og blá. Alla skal byggja Ísland skal byggja uppskeran, býður til næstu á. Við kjósum Framsókn, bjartsýn við kjósum Framsókn, bjartsýn við kjósum Framsókn, Framsóknarflokkinn minn og þinn. Við kjósum Framsókn, bjartsýn við kjósum Framsókn, bjartsýn við kjósum Framsókn, Framsóknarflokkinn minn. Varður er alltaf bætur í bændastafni verðum reiðir mætt og sveitt. Þetta var geggjað með eða án intrósins. Ég væri samt alveg til að sjá það með intróinu. Þannig að bara setna. Herðu, næstir á svið eru Vinstri grænir. Eru Vinstri grænir í húsinu? Það er ótrúlega mikið af svona Woo Girls boys í kvöld. Mér finnst það geggjað. Vinstri grænir ekki í húsinu? Jú, þau eru komin. Ok? Ég held það bara áfram með mitt framboð. Nei, ok, ég veit enga frá þess að segja. Vinstri grænir? Já. Takk fyrir. Vinstri græna atriði, er þið til að koma inn upp á sviðið kannski? Svandís Svavarsdóttir, Kolbeinn Óttarsson Proppe, Iðunn Garðarsdóttir, Orri Páll Jóhannsson og Brynhildur Björnsdóttir. Eru þið á leiðinni? Og við biðjumst bara afsökunar á þessari töf. En hér koma þau. Og við þurfum hálfa mínútu til þess að stilla hér upp, en eins og sjá má erum við með atriði táknmálstúlkað frá upphafi til enda til að tryggja skilagangur algjörlega í gegn. Og við munum nú fylgjast með innsetningu á gítar. Sjáum við spennandi. Er þið búin að æfa hreyfingar? Ok, góður. Þið eru til að hafa eitt og mæk hérna. Ég veit ekki sem annars. Eitt fyrir mig. Já, það er. Getur hún að? Já, það er. Það er lengur stand. Það sé Tæknilegir örðuleikar. Kolbeinn segir tæknilegir örðuleikar.
Jæja. Þá skulum við bara byrja þetta. Já, góða kvöldi, góða gestir hér á stúdentakjallaranum. Við erum frá Vinstri-hreyfingunni grænu framboði. Við erum hljómsveitin Félagsskipting Hopp. Við vorum stofnuð fyrir hljómsveit. Þetta er frumgræn okkar á sviði. Ég ætla að byrja að kynna gestina. Fyrst nefni ég Kolbeinn Óttarsson, prófessor. Reykjavíkurkjördæmis suður. Og hann á að baki feril í hljómsveitinni Sonum Rasputins, þannig að þetta er ekki í fyrsta skipti sem við erum. Þá ætla ég að taka næst háskólanemann. Hún er hér til að höfða til ykkar. Guðrún Garðarsdóttir, laganemi. Á fyrstu, bakrödd og dans. Nú táknmálstúlkur kvöldsins, dansari og hugmyndasmiður er engin önnur en Svandís Svavarsdóttir, dansdóttir Reykjavík suður. Og aðalsöngvarar kvöldsins eru frambjóðendur líka og það eru þau Orri Páll Jóhannsson og Brynhildur Björnsdóttir. Og sjálf er ég í framboði líka í Reykjavíkurkjördæmi norður. Ég er bakrödd og kóreógrafur svo framvegis. Og ég heiti Katrín Jakobsdóttir. Við ætlum að syngja fyrir ykkur og það eru einhverjir hérna með texta á borðum sem einhver hefur gert á borðum eða ekki. Drífa Snædal, brost okkur. Það var einhverjir með texta, en megin syngja með en við ætlum að syngja fyrir ykkur stefnumannaflokki. Ríkisstjórnin að reyna að pakka niður í okkur. Er þetta ríkisstjórnin? Reyna að pakka niður í okkur. Þið takið það ekki. Halló. Komdu ykkur í flokkur. Að þér verði til þess að allt verði gert til að koma í veg fyrir skattsvik og getur peninga í skattaskjólin. Taka á móti miklu flóttafólki sem þekkir tilbaka það flótta og þú hælisleitendur sem vilja koma. Eftir háskóla bestu kemur fyrir mig alveg aðgerðir gegn loftslagsbreytingu í andlátsspítala. Látum verkin vala. Hverjum treystir þú en verðar verðmæti? Hverjum treystir þú þjóðgarð og hálendi útrýmum svo kyrr? Launanum, lengjum færingar og lofa. Þetta námslánakerfi. Samfélagið síðan fyrir sama borð til að gera hlutum eins og heiminn stjórnum. Og svo auðvitað menntun. Lófaflaugur eða flaugur gera sem fyrir ungu fólki. Hún lærði til
til að búa í á fyrirráðanlegu verði. Inni ganda gaf öldruðum og sjúkum, styrkum finnum við án þess að skerða launir, gerum það saman, því að þetta skiptir máli, hverjum treystir þú, velferð er verðmæti, hverjum treystir þú, þjóðgarð á hálendi, útlýðum svo kýr, bundum lögin á mjög, engum bæringar að lofa, þetta er námslánakerfi, Þetta skiptir máli, ekki gleyma því. Hverjum treystir þú? allir saman og hverjum treystir þú, velferð er verðmæti, hverjum treystir þú, þjóðgarð á hálendi, útlýðum svo kýr, bundum lögin á mjög, engum bæringar að lofa, þetta er námslánakerfi, hverjum treystir þú, Verðmæti, hverjum treystir þú? þjóðgarð á hálendi, útlýðum svo kýr, bundum lögin á mjög, engum bæringar að lofa, þetta er námslánakerfi, Hverjum treystir þú? hverjum treystir þú, Verðmæti, hverjum treystir þú? Þjóðgarð á hálendi, útlýðum svo kýr, látum ykkur heyra! Ykkur meina mig! Með væri betra nám. Herru, ég ætla bara að lúmsta að kolla þetta. Þessi hljómsveit er ekki stoppið fyrir klukkutíma. Ég er bara að neita að trúa því. En ég verð með cirka svona 5 lög á heilanum á morgun. Það er mjög greinilegt. Það er smá breyting á dagskrá. Hún Inga, er það ekki? Inga! Frá Flokkhúsins ætlar að koma hérna og vera bara í 1 mínútu. Hérna, gjörðu svo vel. Ég ætla fyrst að tala um mínu vegna þið verða að hjálpa mér. Ég er ekki með eitt undirspil og ég verða að hengja hana mikrofón eitthvað vegna þess að ég ætla að fá að klappa og stappa og láta þetta mikið látum. En ég meina, við erum með We Will Rock You, þannig að ég vil fá alvöru vikingasound hérna í eina frábæra sal. Það er bara þannig, en ég meina, er ekki einhver standur eitthvað fyrir hana mikrofón? Jú. Hvað er hann? Hérna. Nota þetta. Tala bara á. Ok, þetta var flott höfður. Þannig að þið verðið að vera hljómsveitin mín. Ég kom til ykkar af því ég elska þennan skóla. Ég sakna ykkar hryllilega mikið. Á að vera frekar í skóla hérna en að leika mér í því að vera stjórnmálamaður. Ég kann það ekki neitt. Sko? Herðu, nei. Herðu, hann á eftir að spýtast eitthvað. Herðu, allir þið þá bara að klappa fyrir mig og ég held á þessu. Og hérna, wow, þetta er flott sound. Og við byrjum bara, búm búm, 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 búm búm. Við viljum ekki mismunum, við erum á móti fátækt og lögleysu, við erum skekk með skekk, eigum það rétt að fá að lifa lífinu. Ég get að veistu hvað sem ég sagt að ég hef ekki komið og
og djöfisins skandalinn í kvöld. You guys, bye! Ok, þetta var geggjað. Herðu, næstur á svið engin annar en Albert Guðmundsson frá Sjálfstæðisflokknum! Ákomið að sjálfblessuð. Eins og ég var réttilega kynntur þá er ég Albert Guðmundsson. Ég formaður Heimdallar, frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins. Eins og kannski mörgum hefði dottið í hug, það eru Sjálfstæðismenn frekar hæfileikalaus í þjóðflokkur. En ég hins vegar samdi fyrir ykkur eitt ljóð hérna og mér finnst það bara frekar gott. En eins og ég sagði þó að þessi frumsamið þá er það undir miklum áhrifum frá virkum í athugasemdum og ég þakka þér virkilega vel fyrir stuðninginn. Og áður en ég byrjaði allir að reyna að koma með svona í karakter virks í athugasemdum. Við gefum kannski nokkrar sekundur til að undirbúa það. Stjórnmálin eru spillingardans sjálfstæðismanns á kostnað almúgans. Undir vökulu auga hans fer þjóðin til andskotans. Sjálfstæðismaðurinn illa upp alinn, út þaninn, í Heimdalli sandkassavaninn. Ber sér á brjóst og hreykir eigin verkum, en fólkið á meðan með grátstaf í kverkum. Ránfálkinn hefur mergsogið landið, flykkt í manns skítnum, en einkavætt landið. Og hvar er kvótinn? Almenningur þrælar fyrir salti í grautinn, en í bankanum skellir hlær sjálfstæðisfálkinn. Á meðan heilsu heillar þjóðar hrakar, Bjarni bakar. Heldur líðnum sultuslökum með vel skreyttum kökum. Atkvæðin brenna í kosningum, mistökin verða að reikningum sem við borgum í reynslu bankanum. Ef við viljum hér lífa hamingjusöm, þá má ekki verða reynslubankahrun. Takk fyrir. Ég eins og það sagði Albert frá Sjálfstæðisflokknum. Ég minnst þú var í Sjálfstæðisflokknum og við sjáum hvað verður úr því. Takk fyrir. Hvort sem þú ert hættur eða heldur áfram í Sjálfstæðisflokknum, þá ertu ekki hæfileikalaus, bara svo veitir það. Mér finnst þetta geggjað ljóð. Næstur á svið er Júlíus frá Húmanistaflokknum og hann ætlar að spila fyrir okkur klarnett. Gjörðu það. Smá tæknilegir örðuleikar, við erum öll vön því núna í kvöld. Ekkert stress. Ég ætla bara að minna á framboðið mitt, XVFE, og ég veit að það eru mjög margir hæstir í salnum að kjósa mig. Ég mun dreifa kjörseðlum hérna eftir. Mjög hæfileikarík, skemmtileg og frábær að einsögn. Er einhver sem vill tala í mækinn? Enginn? Ok, það er. Jæja, er ekki stuð í fólki eða?
ég elskar Snow Girls, boys. Ég var að pæla, ég kannski reyna bylgju, er það ekki? Ok, krakkar, ekki byrja öll bylgjunni í einu. Ok, við skulum bara byrja hérna megin í salnum og fá bylgju hérna, hún sem, nei, ok, kannski bara á eftir. X on fire. Ég ætla að hafa þetta á ljúfu nótunum og ég ætla að spila fyrst, ef þetta fer allt í gang, lag sem heitir Petite Fleur eftir Sidney Bechet. No, Julius. Já, komið í sæl. Ég ætla að vera á ljúfu nótunum og byrja á því að spila lag sem heitir Petite Fleur eftir Sidney Bechet og það heitir Lítið blóm. Ok, mic standur virkar ekki stress.
annað lag? Hitt lagið sem þetta lag, það líka á Ljúfnóttunum, en það heitir mjög einhverjum nafn. Hefurðu séð hana mömmu mína? Þá að síðustu er það Wildcat Blues og þá erum fjörðum. Við okkur að klappa.
ert það með mækinn eða? Allt í góð? Við þökkum Húmar Núna spil ég mæta vel að því mikrofónastandar voru stundir upp. Þetta ekki fyrir alla, það þarf að vera með mjög sterkar bís til að gera þetta, sem ég ekki með, þess vegna var það erfitt. Næsti flokkur á svið Samfylkingin. Samfylkingin í húsinu? Góða kvöldið. Nú kemur atriðið sem að fyrir að bíða eftir. Jú! Já, við erum sem sagt sambandið, einnig þekkt sem Samfylkingin. Ég heiti Eva og í Reykjavík Suður. Já, ég heiti Arnleifur Beck og ég í Reykjavík Suður líka. Herru, ég Guðmundur Ari og ég feedback kongur kvöldsins. Vá, ég Ívar, það gerðu. Halló, það getur verið hérna ekki feedback, jú. Hvernig losnum við þetta? Þetta svolítið svona yfirgnæfandi, finnst mér. Eigum við kannski að klára þetta og taka grín? Eigum við að taka ríða, drepa, giftast á hópinn, eða? Hvernig líst þér það? Topp, hérna, Ívar, Er það geður? Er það komið? Ég klár. Ég klár. Erum við klár? Ég hef aldrei að klára lífum. Voru þið búin að kynna okkur? Ok, let's go. Ekki þú. Við erum alltaf hátt, sko. Svo ekki að heyra meiri mér. Nei, það er ekki svona. Þið við það? Líður að kjördag hvern á að kjósa ég veit alls ekki hvern ég mun velja. Veistu, ég skil þig mjög vel að flækjast í því að negla hvern þú mun kjósa. Allir fái jöfnuð, allir geti flutt út á mömmu. Við viljum ekki spillingu, við viljum jöfnuð. Samfylking til að allir geti flutt út frá mömmu. Við viljum ekki spillingu, við viljum jöfnuð. En núna skil ég hvað málið snýst. Við eigum að vera jöfn og jafn. Eða trans, karl eða kona, við byggjum saman jöfn. Svo beigsir sig ekki, við sambóð kjósum. Við kjósum sambóð. Við viljum enga spillingu, við viljum jöfnuð.
Takk fyrir. Takk fyrir þetta að sig. Við vorum ána með það. Það er bara ein fokkin regla, ég veit ekki alveg hvað þú mátt segja þetta í sjónvarpinu, alltaf lag. Og það er að regla. Það er púlsið aðeins og við, og það er livestream, þannig að allt í góðu, já, ok. Bara til þess að segja tvennt, þá finnst mér alveg pínu svindl að nota Backstreet Boys og pínu svindl að nota Konfetti. Af ég er alveg bara pínu sært. Ekki það, ég er að segja einhvern hvað ég segi bara Konfetti, ég segi einhvern veginn, en sko hann Konfetti sko. Konfetti. Herru, næst síðasta atriði á svið, það er farið að ljúka við kvöldið. Eru þið ekki leið? Ef að reyna þess að bylgju núna, það má ég koma heim með núna. Ok, byrja að kemna. 1, 2, 3. Og yfir. Já, þetta var ekki sikja. Við reynum þetta aftur upp. Dögun. Það fyrir að líða kvöldið, en það er samt dögun hjá þeim. Kekkjan orðagrín. Gjörðu svo vel. Já, getur þið bara verið með eitt mæk saman? Já, það var ég sem hérna á þessu. Það passar ekki að líka þessu mæk. Það er alltaf kannið, þannig að þessu var ég með það. Getur það ekki verið það? Það var ekki að segja því. Sem brosti og til
bjart fyrir okkur þeim, því ég komin heim að ferðalokum fyrir þig sem mér fagnar höndum tveim. Ég komin heim, já, ég komin heim. Þá brauðið þrotið og bjargarlaust fötið og borgun ei til út í hönd og sambrosta sæl og rönd. Á Kolbeinstanga kvíðvænleg ganga, körlunum norðan á strönd. Þeir áttu sitt ráð undir örum Úlfs náð og eins var með Jón gamla póst í birtingu að heimann bjóst og kinnfiskasoginn af baslinu bóginn í búðina að kvöldi hann dróst. Hann kvað svo að orði hjá búðarborði við brákalda selstöðu menn. Ég þyrfti að fá eilíkt venn. Með einhverjum ráðum ég borgaði á bráðum. Það flotar nú vonaleg senn. Já, það mætti nota að borga með blota. Því býður ei storma og ský og skafrennum skuldina í. Þið beklið og sníkið og bágindin íkið. Ég beygi mig ei fyrir því. Nei, það beygir þig ekki. Nei, það ég þekki að þröngt sé búið að mér. Einn veit ég þó voldur í þér. Knér þín þú beygir og bjúgur þig meigir. Boðum hans hvenær sem er. En kaupmaður fattur og bringu brattur á bóndan fösti sjón. Þeir voru sem lamb og ljón. Hver skyldi það vera sem skipar mér? Já, það skíturinn yðar að Jón. Fátækt ekki aumingjaskapur. Ísland ríkt land, við getum betur. Dögun vill útrýma fátækt. Ég byggði mér hús við hafið og hafið sagði: á sandi byggir heimskur maður hús. Húsið okkar, það var alltaf svo fínt og húsið á sandinum féll. Ég byggði mér hús við hafið og hafið sagði: á bjargi byggði hygginn maður hús. Allt sem áður sýndist svo stórt svo smátt og húsið á bjarginu hér. Komdu inn í kofan minn, kvölda skyggja fer, alltaf brennur eldurinn í argunum hjá mér. Það var í öðru húsi, það var í öðru húsi, það þarf að flytja húsið í vor. Nú lít ég í húsið mitt á sama hátt. Húsið að gráta alveg eins og ég. Darararara, ó. Það eru tár á rúðunum sem leka svo niður veggina. Ætli húsið getur náð sig dreyma, ætli það hafi martraði. Ein í bragga, Magga gægist út gluggann, bráðum sér hún skuggabaldur skunda hjá. Komdu inn í kofan minn, kvölda og skyggja fer, þið skal ekki iðra þess að eiga nótt hjá mér. Í nótt muni krókna af kulda, í kofa og keið. Heimili mannréttindi, öruggt heimili fyrir alla eitthvað baráttumálum dögunar, dögun XT. Snerting,
Þú skalt snerta barnið þitt. Elskaðu það. Þá sefur barnið þitt vel. Ef þú syngur fyrir það, staðfest eitthvað jákvætt. Heyrirðu? Það er barn að gráta í Sýrlandi. Lítil stúlkukind. Allstaðar eru börn að gráta. Getur þú elskað þau úr fjarlægð? Staðfest eitthvað jákvætt. Það er smá staf í gangi, þetta er svolítið áskorun. Þetta er rosa flott ljóð samt. Ég get næstum lofa að biðin er þess við viðum. Gefur! Ekkert ást og vinningu þessar drátt í góði. Ég bara alltaf verði bara að segja eitthvað annað en ljóðið. Já, það er ekkert mál að segja eitthvað annað. Hvað er ljóðið? Það er ungt fólk og hvað er erfitt að vera ung manneskja á Íslandi í dag? Hvað er svona erfitt í dag? Það er bara að vera föst. Bíllinn bilaður. Föst. Strætóð ekki farin að ganga. Föst. Heima hjá mömmu og pappa. Föst. Í Mosó. Föst. Og 3 korter í vinnuna. Föst. Taxin er svo dýr, maður. Föst. Á ekki peninga út mánuðinn. Föst. Langar út, maður. Föst. 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 Síðasta atriði á svið og það eru Píratar! Er þetta góðumælinn? Ég hef það þessi. Já. Nei. Heyrið mig hér. Heyrið betri í mig hér. Heyrið mig hér. Nei, þú bara. Við erum hérna að koma frá Píratum og við áttum okkur á því í dag að við glemdum að setja tillögu í kosningakerfið hvað við ætlum að gera í þessu glessa atriði og við vorum á fundi í allan dag hvað við ætlum að gera þannig að það endaði bara svolítið með að við erum öll að gera mjög random hluti
en þeir hafa allir mjög djúpa merkingu. Þannig að ég ætla bara að biðja ykkur að horfa vel á og svo kjósa hvað ykkur finnst besta atriðið í kosningakerfinu okkar í næstu viku. Þannig að við veljum smá beint lýðræði. Já, þú verður að segja hvað það þarf að félagsfundurinn og að þáttaskóla. Ég ætla líka að benda á því að Vinstri grænir töluðu að þau væru með háskólanema til að höfða til ykkar. Við erum með 4 háskólamenntaðar konur. Getum við fengið klapp fyrir því? Takk fyrir. Þetta er ekki með tákmálstúlk en við erum að reyna að bæta okkur í því. Ég ætla bara að gefa VG. Æ, hjólar þetta svo mikið því að þið erum miklu viðræða við VG og ég er ekki að reyna að sleikja okkur mikið. Ok, herru, þá bara byrjum við atriðið. Takk fyrir. Já, góða kvöldi, ég heiti Hákon. Ég fekk þetta skemmtilega, ég er notabene ekki háskólamenntaður. Ég heiti Hákon Helgi, ég er með ADHD og er svona staðalínur Pírata. Ég er þetta góður í tölvuleikjum líka, en ég á reyndar heimilútbæðin, svo það passar ekki alveg. En ég smelti þetta litlu ljóði í hvatvísis kasti og blað og ég þarf reyna að fara með það með. Rósi stjórnmálanna. Tími slagorðanna er í vændum. Stjórnmálamenn ræskja raddir. Þeir munu hygla frændum. Hinni gamalreyndu stjórar draga tónstóta fram. Allt á hreinu, komið er prógram. Plottið er skýrt, markmið er rýrt. Gæti reynst okkur freka fínt. Nú heftir víðum að fengur stefnu og von. Morgunblaðið frítt, bull í boði Dabba og Hannes Hólmstein Gissurason. Nú á að syngja öllum blíðatóna, skýrt tekið fram að okkur skal þjóna. Stöðuleiki framtíð beinabrautin, velferð, hamingja og von, börnin og gróði handa þér, þó mest handa mér. Stikkor fljúa, faðmur breytur út, hljómar eins og ádeilað á bakkalút. Treystu mér, hlusti maður vandlega má heyra bakrættir hvæsa. Undir symfóníu vorarinnar virðist tilgangurinn að æsa. Í stað trössis sem sungið er hátt, er orðið dýrkeypt, þrálátt og sátt. Vald. Markmið er ljóst, aðferðafræði reynd, reynir á mark, ekki síst eigin dómgreind. Fagmenn fjöldadálausnar eru komnir og kreif, áhrifaríkt störf, minnir samt á látraðsleik. Þetta er aldrei líka sumi vaka samt, spyrja vonina sem svarar eins og henni er tamt. Hei, þú lofaðir X og X en smekst. Það var ekki okkur að kenna heldur hinum, manstu ekki? Traustið aftur eykst. Dávaldurum færir sig upp á skaft, helvískur hefur tálkraft. En í aldrigarði stjórnmála er stormur að myndast, erfiðar í dag að fá fólk til að blindast. Múgurir umskar eftir áratugasverð, það hefur fengið nóg af þessu söngli sem endalaust best. Það er nýtt afl að skemma tálmyndina sem var, aflið er upplýsingar sem afkóðar það. Þetta er ekki sanngjarnt, hrópar handhafinn, þessar upplýsingar voru leyndóð, æpir tálmynd. Farið er brosið og glappið sem var, eftir stendur dýrið afhjúpað. Tálsinn horfinn, leifarnar ófögur sjón, dýrið er í klemmu, hrein perversjón. Allt í einu er vopnið ekki lengur tryggt, leyndin er horfið, dýrið orðið klikk. Eðlisávísin dýrsins tekur nú við, þetta hefur nýtt skotmark, þig og mig. Við tekur fárálega ljótur söngur, gæti leitt í miklar ógöngur. Nýja vopnið ótti sem hylla á núin ef við vörum okkur ekki til frelsið í súlinn. Þessi trúarbrögð munu gleypa þig, flóttamenn munu sprengja þig. Er vísa sig kveðið skal, gefðu okkur strax horfirku rannsóknarheimildirnar. Það vantar öryggi, þig vantar öryggi, herra minn, annars hrynur veröldin. Vopnaða lögreglu sem kom niður að sjá, það var nefnilega alltaf á okkar stefnuskrá. Nú kæri kjósandi netlöggur, þannig að þú komið ekki djúpar gröggur. Raunverulega tilgangi viti þig, þetta er aðalega til að venda mig. Nei, ég meina þig! Varúð, söngurinn er lokkandi sem betur þér, ekki allir sóknandi. Því hatrið er freistandi en aldrei á treystandi.
Næsta mánuði verður brosið blítt. Ef við sofnum gæti það reynst afskaplega dýrt. Takk fyrir. Að þessu loknu þá munum við ganga hérna salinn og deila þjóðarköpinn út sem búið að skipta hér eftir allskyns kenningum og já, þú segir. Jú, frá gáður það ekki ræma. Einhver sem veit hvað bita þjóðarköpinni? Hver bita? Í hvað flokki, hvað starfar þið? Pírata og svona en lögfræðingar þá svona En heimspekingar? Já, hvað? Hvað fá heimspekingar stóran bita af þjóðarköpinni? Hann ger ekki bara mætt í köku, sko. Þú mátti að veið í lífunu, kalla mín. Eru viðskiptafræðingar hérna? Eru viðskiptafræðingar? Þú fannst hérna. Þú treystum eitthvað mikið í þessum. Vill þið eitthvað köku eða? X-vaffaði? Til það? En ég var svolítið að pæla hvort það væri hægt að gera svona kórónu handa mér. Er það eitthvað vesen þetta? Ok, það er alltaf í þessu. Hefðu, þetta var síðasta atriði í kvöld. Nú vil ég helst biðja alla, ekki allir upp á svið. Ég vil fá einn úr hverju atriði til þess að koma þess upp á svið. Við ætlum að dæma sigurvegarann. Albert, ekkert svona. Ég sá þetta. Ok, já, þarna, ég sé, þarna. Já. Ok. Herra, við erum í sjónvarpi, það fer ekki núna ofan. Ok. Alþýðufylkingin, er hún hérna á sviði? Já? Það er Alþýðufylkingin. Alþýðufylkingin. Já, ok. Björn Þránd, Píratar, ætla að fá atkvæðið hans. Það er ekkert mál. Ok, Viðreisn, er Viðreisn upp á sviði? Já, ef að gefa Viðreisn gott klapp. Þetta var geggjað, ok. Við erum með Framsókn á sviði. Ok, ég held það ekki. Ok. Píratar fá bara það, stil ég við það ekki. Björn Framtíð! Vinstri grænir! Sjálfstæðisflokkurinn! Húmanistar! Samfylkingin! Djöful! Píratar! Húskvæsting, viðbót! Flokkur fólksins! X-vaffaði! Á ég sé að dæma
í vonni eða? Ég er heyrnarskert sko eftir kvöldi. Þrjá hæstu, það eru húmoristar, klálega. Er það ekki? Húmoristar og það eru rappararnir og ég held að séu Backstreet Boys. Ég held það. Ok. Ég er að reyna með svo dipló, er ekki bara allir eða? Það er ekki bara allir. Það er allir. Það er ást og friður, jörð. En það er ekki á stömmurskunni. Já, bara það fyrir hætti. Sigurvegari kvöldsins, Kristján Andri á 4. sæti. Ég ætla ekki að segja eitthvað sæti hver var. Allt er að vega sig!